Gott kvöld. Við erum hér komin og fögnum að geta séð andlitin sem að vita nákvæmlega hvað þeir ætla að gera og vilja skoða. Við ætlum að minnast séra Friðrikssonar og standa við hliðið á honum og standa með honum. Hann byrjaði aldrei fund öðru sér en þannig að það væri flutt lítil bæn. Það skulum við gera núna til hans heiðurs og til þess drottins sem við treystum. Við skulum biðja saman. Já, drottin Guð, þökk sé þér fyrir það að við megum koma saman. Þökkum þér fyrir það að við getum tekið í höndina þína og gengið þá braut sem er verð og góð. Við biðjum þig að blessa séra Friðriksson. Hjálpað okkur til þess að horfast áfram í augu við það að hann var sá stóri mikill sem gaf okkur það góða. Já, drottinn, þessi viljum við minnast núna og ganga saman þannig til verka. Í Jesú nafni. Amen. Já, við höfum séra Friðrik í huga. Ég vil gjarnan fá að lesa fyrir ykkur ávarp sem hefur það yfirslag. Það var sett saman á 12. apríl 1951. Þá voru allir þeir sem voru í stjórnum, alþingi og annar staðar, þeir söfnuðust saman og töluðu séra Friðrik og það er svo merkilegt sem að þeir segja að ég ætla að lesa það. Þar segir, öll þjóðin þekkir hann, það segja séra Friðrik, og hans mikla og göfuga lífsstarf. Það er ekki ofmælt að segi tópur manna, yngri og eldri, eigi honum persónulega meira að þakka en nokkrum öðrum að undanskildu nánasta vandafólki. Og áhrifa hans hefur gætt í lífi fleiri en stölu verður á komið. Og leiðsögn hans hefur varað þjóðinni með til betra og seinna lífs. Séra Friðrik er einstæður maður með samtíð sinni og í framtíð mun þjóðin verða minningu hans eins og einu sinni mesta valhjörmanns. Þetta eru gríðarlega miklar og stórar fullyrðingar. Og við vitum það að þeir sem að menn höfðu þetta aðeins lengra reyndar, þeir komu saman 100 og skrifuðu undir þetta það sem að við vitum vel að er rétt og satt. Þegar að við komum hér, þá er þannig að það eru aðrir sem segja eitthvað annað. Við getum alveg séð hvernig það er gert. Það er fólk sem hafi aldrei séð séra Friðrik. Hafi aldrei nokkru sinni hugsað það sem hann sagði. Ég get líka bætt því við að þessir menn sem að skrifuðu svona, að þeir hefðu ekki skrifað svona lofgjörð nokkurn einasta mann og ég hef ekki séð neins staðar annars staðar jafn mikla loforð. Já, þetta skulum við hafa í huga. Þeir sem að skrifuðu undir 100 árin, þetta voru stjórnendur þjóðarinnar, allir allsstaðar sem þeir komu að. Þeir þekktu samfélagið. Ef það var eitthvað sem var öðruvísi átt að vera þar, þá kom það fyrir eða síðar til hans heyrna eða þeirra.
og það varð ekki. Séra Friðrik, hann var stórkostlegasti maður sem þeir höfðu nokkur sinni sagt. Núna 75 árum síðar þá sprettur upp eitthvað allt annað sem kemur okkur öllum í opna skyldu og getum ekki með nokkru móti gert annað en segja að þetta er rangt. Og það á ekki að vera hægt að láta fólk gengið svona yfir aðra hvort þeir eru dánir eða ekki. Það verður að vera hægt að gera það þannig að það sé að til dæmis sem maður hefur brotið eitthvað að sér að það verði að vera eitthvað atferli þar. En það er ekki. Það er bara hópur fólks sem hefur hægt fyrir hluti sér. Og við skulum ekkert fara að tala niður til þeirra, en við skulum sjá hvað þetta er mikið fráleitt allt saman. Já, nú viljum við sjá það að þetta hefur samt sem áður náð við sumstaðar. Við tökum undir það öll hér núna. Þegar sagt er að það sem sagt var fyrir 75 árum og allir skrifaðu undir, það var rétt. En það eru ýmsar vagnúar það að koma ekki fram undir lög og reglur. Þess vegna höfum við látið okkur detta það í hug að stofna leið sem við köllum æruvernd. Það mun nokkuð vera skýrt hérna á fundinum og ég vil vona að þannig verði. Að svo máli þá ætla ég að biðja Friðrik Sófusson að verða fundarstjóra og Þórarinn Ólafsson ritara. Og þá göngum við til starfa. Ágætu fundarmenn, ég vil þakka þann heiður að fá að stjórna þessum fundi sem væntanlega er fyrsti fundur í félagi sem á að stofna, en það hefur enn ekki verið stofnað þannig að þessum orðið þetta með þessum hætti. Ég vil þakka Valgeiri fyrir hans orð. Ef við lítum hér á dagskránni í dag, þá voru verkefni fundarins er að fyrst mun Jón Magnússon, formaður undirbúningsnefndar, gera grein fyrir tillögu stofnun félagsins og samþykktum þess og fylgja ályktunartillögu úr hlaði sem liggur fyrir frá undirbúningsnefndinni. Þá verður gengið til atkvæða stofnun félagsins og drög að samþykktum, svo stjórnarkjör og síðan er gert ráð fyrir því að nýkjörinn formaður, þegar hann hefur verið kjörinn, hann flytji stutt ávarp og gerir frekari grein fyrir ályktunartillögum sem liggja fyrir fundinum og loks munu 3 valinkunnir menn ávarpa fundinn. Það eru þeir séra Hjálmar Jónsson, Helgi Ást Gretarsson og séra Arndís Hauksdóttir. Og síðan er orðið gefið laust. Og þá vil ég byrja á því að gefa Jóni Magnússoni orðið og hann mun lýsa verkefnum undirbúningsnefndarinnar og gera grein fyrir þeim tillögum sem liggja fyrir. Jón Magnússon. Takk fyrir séra Valgeir og Friðrik Sófusson. Semst það kom í minn hlut að verða formaður undirbúningsnefndar sem að hefur skilað því af sér sem að hér ræður og það liggur fyrir að það er ákveðin hópur, nokkuð stór hópur manna sem hefur í raun alveg frá því að þetta mál kom upp
verið að vinna í því að reyna að endurreisa æru séra Friðriks. Okkur hefur fundist að það skipti miklu máli að þá að í leið og sú barátta í gangi að þú nái til allra manna vegna þess að æruvernd einstaklingsins í íslensku þjóðfélagi virkilega fyrir borð borin í dag. Á sama tíma og það lögfest ákvæði í íslenskum hegningarlögum hatursorðræðu sem gildir samtök, trúarhópa, jafnvel trúarhópa sem að telja milljarða manna, að þá hins vegar hægt að ata einstaklingin auri án þess að nokkur viðurlög liggi við því. Og það rangt, og það hvernig íslenskir dómstólar, og reyndar dómstólar víða í Evrópu hafa tekið og farið með, það að segja þessa einstaklingsbundnu æruvernd fyrir neðan allar hellur. Og það þarf að vinna og gera virkilega bætur hvað það varðar. Tillagan liggur fyrir og hefur verið rædd í þeim undirbúningshópi sem að ég veitti forstöðu og síðan í stærri hópnum sem að var nú svona, hvað ég var að segja, eins konar stjórnleysingjasamtök sem að þó séra Valgeir og Friðrik Sófusson veittu ákveðna forgöngu fyrir að þá sem sagt var það ofan á að við þyrftum að formgera samtök sem að væri þá málsvari og hefði sem slíkt gæti komið fram gagnvart þeim yfirvöldum sem þyrfti að koma fram gagnvart. Við erum mjög vel haldin í þeim hópi sem hefur unnið að þessu af þeim sem hafa gegnt trúarlegu kennimannslegu starfi og bera nafni Séra fyrir á undan. Það hefur hins vegar verið svona minna þá sem hafa verið að skipta sér á pólitík, eins og sjálfsagt í himnaríki að sérarnir eru fleiri. Og af því tilefni þá langar mig til að segja ykkur ákveðna sögu. Ég veit að séra Halldór fer hjá sér því ég segi þetta, því að hann segir ég sé alltaf að segja sögur sem að hann bregst mismunandi vel við. En það var það að Ronald Reagan sagði það að það var uppáhaldssagan sín. Það var að því að þegar að stjórnmálamaðurinn og presturinn dóu og fóru til himna. Og þegar þau koma til Sankti Péturs, að þá segir Sankti Pétur, flettir upp í bókinu sinni, í gullnu bók við gullna hliðið. Já, heyrðu, þið eru hérna báðir. Það er alveg rétt. Þið hafið rétt til inngöngu. Þannig gjörið þið svo vel. En það þarf að finna ykkur stað til að vera. Stað við hæfi. Og þeir aka síðan áfram þarna þessa stórkostlegu lendur í Guðsríki. Svo koma þeir að fjölbýlishúsi sem nú aðeins niðurnýtt. Og hér stoppum við, segir Sankti Pétur, og þeir fara upp og þar mjög lítil skonsa sem svona íbúð, svona eiginlega bara nafninu til. Og Sankti Pétur segir við prestinn, við hér átt þú að vera. Og stjórnmálamaðurinn hugsaði með sér, hvaða vistarveru fæ ég, öskutunni eða eitthvað svoleiðis, fyrst að þessi helgi maður að fá þetta hér, þessa smá íbúð. Síðan segir Sankti Pétur, við þurfum að aka svolítið lengra og þeir fara áfram og koma loks að húsi, einbýlishúsi, þar sem gosbrunnur og það sundlaug og það þjónar og allt mögulegt, allt sem hugurinn girnist, glæsibifreiðar. Og Sankti Pétur segir, hér átt þú að vera. Og stjórnmálamaðurinn segir, heyrðu, þetta hlýtur að vera einhver misskilningur. Því að þessi helgi maður var í þessari litlu skonsu, en ég fæ þetta stórkostlega einbýlishús. Nei, sagði Sankti Pétur, þetta ekki misskilningur, þú skilur þetta ekki. Við höfum þúsundir og hundruði þúsunda af prestum, en þú ert fyrsti stjórnmálamaður. Nú en okkur hefur gengið ágætlega, þeir sem hafa verið að hafa afskipt á stjórnmálum og þeir sem hafa verið á andlega sviðinu, að vinna saman í því að ná þessu markmiði
og það liggur fyrir sem sagt tillaga í fyrsta lagi það sem að fundarstjóri ber hér upp á eftir það að stofna verði félagið Æruvernd. Nú þá þurfum við hins vegar að kíkja hvað í pakkanum, þannig að pakkin opinn, það ekki eins og varandi efnahagsbandalagið, þannig lokað þá þegar einstaka verður opnaðir, þetta allt opið. Og þá að vera komið hér á skjáin ef að tæknilegir verðuleikar ekki fyrir hendi. Nú það virkar ekki. Það gat nú skeið. Nú fyrsta greinin fjallar það. Er þetta tóma þín? Nei, ég ber enga ábyrgð á þessu. Þá myndi þetta aldrei virka. Nú þá ætla ég bara að fara á hraðferð yfir þetta vegna þess að við erum að tala einfaldar samþykktir félags sem óhagnaðardrifið og hefur ekkert með fjármál eða atvinnustarfsemi að gera. Og það er sem sagt samþykktir félagsins Æruvernd og það er sem sagt fyrsta grein félagið heitir Æruvernd, tilgangur og markmið. Tilgangur félagsins að vinna að æruvernd fólks, lifandi og látins. Athugiði að við erum að tala það að þarna erum við að valdi sér að Friðrik að tala látin mann og það eru fleiri látnir einstaklingar sem kannski lenda í því sem hér að ræða og þess vegna þetta orðað svona. Nú markmiðið tilgangurinn að endurreisa mann og sér að Friðriks Friðrikssonar að styðja við kristna trú, kristin gildi, að ræða félagasamtök, eingöng og engin atvinnurekstur verði hjá félaginu. Í 3. grein segir starfsemi tilgangi sínum hyggst félagið ná með að gangast fyrir upplýsingamiðlum, greinaskrifum, mannréttindi og mannhelgi sem og kristin gildi, einnig fundarhöldum og útgáfustarfsemi. Þetta það sem grunnurinn í sambandi við félagið. Það að segja markmiðið og hvaða starfsemi á að vera í félaginu. Markmiðið sem sagt Æruvernd og eins og nánar útlist og síðan starfsemin svo sem ég las manna. Nú félagsaðild að það miðað við að það geta allir gengið í félagi sem orðnir 18 ára og samþykkið þau markmiðum sem ræða. Nú síðan koma svona greinar eins og starfstímabil sem almanaksárið og síðan aðalfundir skuli halda í síðan en 1. ágúst ár hvert og hvernig skuli boða til þeirra og hver dagskrá aðalfundar sem hefðbundin dagskrá ég sé ekki ástæðu til að lesa en einhver fari fram á það. Nú loksett getum við hvað stjórn félagsins að það skuli vera 5 manns og 5 til vara og og formaður skuli kosin sérstaklega en öðru leyti skipti stjórn með sér verkum og formaður boða til funda og síðan talað það að aðalfundi sé kosið líka fulltrúaráð, 15 manna og það skal tekið fram að vegna alls konar hluta sem að koma frá opinberum aðilum undirskriftir og annað af hálfu stjórnarfólks í svona frjálsum félögum að þá var ákveðið að hafa stjórnina sem fámennasta en miða við það að varastjórn og fulltrúaráð í raun vinni saman í hlutunum. Þannig að það skiptir í sjálfu sér ekki máli á hvern staðinn fólk raðast. Nú síðan ákvörðun félagsgjald og prókúru og reikningsskil og slit félagsins sem ég sé nú ekki ástæðu til þess að fjalla neitt sérstaklega því að það eru hinn hefðbundnu reglur sem eru hjá ríkisskattstjóra félög eins og þessi. Nú síðan hefur þessi undirbúningshópur tekið saman drög að ályktunartillögu sem verður þó lögð fyrir fundin og eftir sem svohljóðandi ef að tæknin, nú þetta komið á skjáin. Aldrei fær maður að vera í friði fyrir tækninni. Nú að það svohljóðandi drög að ályktunartillögu. Stofnfundur félagsins Æruvernd þann 25. janúar krefst þess að KFUM og K gangist fyrir viðhlítandi, fullnægjandi og faglegri rannsókn, umfjöllun og ákvörðun vegna máls séra Friðriks Friðrikssonar, stofnanda félagsins og meintra ávirðingi hans garð. Þess verði gætt að rannsókn og úrvinnsla verði hlutlæg og grundvallarreglna réttaríkisins við mat á gögnum, úrvinnslu málsins og niðurstöðum verði gætt auk þess sem séra Friðrik verði skipaður sérstakur talsmaður, það að segja sem komi fram eins og verjandi í sakamáli. Félagið Æruvernd fyrir fram á að máli verði unnið í samvinnu við Æruvernd og aðra þá sem stjórn KFUM og K óskar eftir að koma málinu, ekki síst stjórn knattspyrnufélagsins Vals,
en ásamt KF og MK gripu til aðgerða án þess að fullnægjandi málefnaleg og hlutlæg rannsókn og ályktanir lægi fyrir. Þetta nú það sem að ég hafði að segja og ég þakka fyrir gott hljóð og ég sagði við Friðrik Sophusson þegar að ég var að falast eftir því hann yrði fundarstjóri á þessum fundi að þetta væri náttúrulega fyrst og fremst verið að reyna að formgera þessi samtök og þá sagði hann, já verður þá ekki allt í vitleysu, þá ekki hver á fætur öðrum sem vil breyta samþykktum og gera athugasemdir og annað og ég sagði að þú getur þá ekki gert neitt annað en taka Pétur Ottesen á þetta. En Pétur Ottesen var gamall þingfulltrúi, hafði setið lengi á Alþingi þegar að við Friðrik mættum á fyrsta landsfundi Sjálfstæðisflokknum, þá eitthvað 16-18 ára gamlir og hann var hálf blindur og heyrnarlaus og þess vegna ágætis fundarstjóri því að ef einhverju voru með athugasemdir við eitthvað sem að bara fram var borið þá hvorki sá hann í heyrð og segði tillögunni samþykkt. Þannig ég vona að fundarstjóri standi sig. Takk fyrir. Þakka Jóni fyrir skeiðlega ræðu og ég get upplýst það að ég gleymdi heyrnartækjunum heima þannig að ég hef þegar komið til móts við hans sjónarmið í þessu máli. Nú, þá komið að því að afgreiða mál sem á dagskránni og ég ætla fyrst að bera undir atkvæði hvort að það sé samþykkt að stofna félagið. Á móti. Enginn á móti, samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Síðan þið heyrðuð hvernig formaður undirbúningsnefndarinnar lýsti félaginu og ég held að sé rétt að við byrjum á því að bera undir atkvæði samþykktir félagsins. Hann fór vel í gegnum þetta áðan. Eru þetta ekki þessar samþykktir samþykktar? Ég er vel á því, þakka fyrir, einhver á móti, enginn á móti. Nú, þá er hérna næst að fer fram stjórnarkjör og við byrjum á formannskosningu þá að kjósa hann sérstaklega og ég gerir tillögu Jón Magnússon sem við þekkjum. Ég sé að það er alveg óhætt að segja að það sé samþykkt og leita ekki mótatkvæða nema einhver gerir athugasemd við þetta. Nú þá er Jón kjörinn formaður. Aðrir stjórnarmenn, það er stungið upp á því, það er undirbúningsnefndin sem stingur upp á því og ég ætla að lesa nöfn þeirra sem að lagt til að sitja í stjórn. Það er Jón Magnússon, Halldór Gunnarsson, Theodór S. Halldórsson, Valgeir Ástráðsson og Þorvaldur Sigurðsson. Þetta verður að minna óþægilega mikið á landsfund Sjálfstæðisflokksins. Eða kommúnistaflokksins í Moskvu. En í varastjórn hefur stungið upp á Edith Alvarsdóttur, Herði Hilmarssyni, Jóni H. Karlssyni, Kára Gellusyni og Lárusi Loftssyni. Það er samþykkt. Engir hefur andmælum, þetta heyri ég þau ekki neitt. Nú, þá er fulltrúaráðið, það liggja nefnir tillögur fulltrúaráð, nöfn í fulltrúaráðið. Ég les þessu nöfn upp, það er Arndís Hauksdóttir, það er Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Friðrik Sophusson, Gunnar Kristjánsson, Helgi Ásk Gretarsson, Herdís Ástráðsdóttir, Hilmar Friðrik Foss, Jóhann Birgisson, Júlíus Hafstein, Ólafur Egilsson, Ólafur Gústafsson, Óskar Magnússon, Sigurður Haraldsson, Valdemar H. Jóhannesson og Þórarinn Ólafsson.
Það er með sama hættu áður samþykkt samhljóða. Þá þarf að kjósa félagslega endurskoðendur og hér er stungið upp á Brynjari Níelsinni og Tryggva Agnarsinni. Til að hlífa mönnum við að klappa meira og eyðileggja á sig hendurnar, og þá eru ekki fleiri tillögur sem hérna þarf að bera undir atkvæði fyrir en að kemur að því að greiða atkvæðum ályktunina. Ég held að sé, Jón, viltu gera grein fyrir henni sérstaklega? Meira? Já, áðan. En þú sást ekki heyrt það? Jú, ég heyrði það. Já, það er svona mál. Takk að þið fyrir að minna mig á það. Það heyrði allir hvað hann sagði. Nema ég náttúrulega. Nú, ég ætla samt að gefa, Jón, þér orðið til að þakka fyrir þig. Er það ekki rétt? Jú, sanngjarnt. Já, ég þakka það traust sem að ég hef fengið og ég skal segja ykkur það að þegar að ég settist í þessa undirbúningsnefnd, þá hugsaði með mér það skiptir máli að yngri menn fara að taka við keflinu. Og svo situr maður uppi með keflið. Og einhverjum myndu segja, já, það er nú það þegar að sko formaður undirbúningsnefndar, hann er að reyna milljón til sjálfan sem er því að gera þessa hluti. En það er sko ekki þannig farið hvað þetta varðar. Hitt er annað mál að ég tel það vera skyldu okkar sem að höfum sem að viljum láta gott á okkur leiða hvað þetta varðar, að gera það sem við getum til þess að ná þessu máli fram. Að endurreisa virðingu og mannorð séra Friðriks Friðrikssonar og standa að því að hér verði teknar og viðhafðar eðlilegar umræður mannorð fólks og æru sem hefur alla tíð verið ein mikilvægasta atriði í löggjöf og sérstaklega þegar að land byggðist. Þá gáfu menn frekar upp bíli sitt og eignir sínar heldur en við særuna. Hún skipti mestu máli í hugum norrænna manna. Og það er þess vegna sem það skiptir máli að félag eins og Æruvernd fá að starfa og dafna og verði raunverulega vörn fyrir þá sem að þurfa á að halda sem eiga iðulega erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér. Af því að við höfum einhvern veginn snúið löggjöfina á hvolf hvað þetta varðar. Að ef einhver maður er borinn sökum, þá þarf hann í raun að sanna það að þetta sé ekki rétt. Í staðinn fyrir það að grundvallarregla réttaríkinsins er sú að hver maður skuli talinn saklaus þangað til að sektan sé sönnuð. Það er grundvallarregla. Það er svo regla sem við eigum að miða við og hvergi að víkja frá. Nú það er nóg að starfa og ég mér finnst mikilvægast fyrir félag eins og þetta að leita eftir því, eins og segir í ályktunartillögunni sem ég kynnti áðan, að leita eftir því við þá aðila sem koma að þessi upphafi, að framfari ítarleg hlutlög rannsókn á grundvelli réttaríkisins til þess að fá úr því skorið sem að haldið er fram, hvort þetta sé rangt eða rétt, og ég efast ekki niðurstöðun ef að þannig verður staðið að málum. Og það verður mál númer 1 sem að viðtakandi stjórn þarf að sinna og klára. Ég þakka fyrir traustið. Þá er komið að því að afgreiða hér fyrirliggjandi drög, ályktunardrög, sem að Jón hefur kynnt og var kynnt hérna áðan. Það er hægt að fá þetta aftur upp á. Já. Þetta er nú ekki stór, ég held að allir hafa nú heyrt þetta ágætlega þegar að þetta var lesið áðan. Vilja menn ég lesi þetta aftur? Nei. Það er engin áhuga á því. Þá spyr ég hvort... Við tókum heyrnartækin. Já, það er gott, þú ornar mér þau kannski á eftir ef ég þarf á að halda. Nei, það er ekki óskætt því, ég held að menn séu alveg klárir á því, menn og konur, hvað umræðir hér. Og ég leyfi mér þá. Er það formsins vegna? Er ekki rétt formsins vegna að lesa til á hann? Ég tala það rétt formsins vegna að lesa til á hann? Ég skal gera það bara, með mikill ánægi. Ég glemdi ekki gleraugunum, sko.
Hún svona tillagan: stofnfundur félagsins Æruvernd krefst þess að KFUM og K gangist fyrir viðhlítandi, fullnægjandi og faglegri rannsókn, umfjöllun og ákvörðun vegna máls séra Friðriks Friðrikssonar, stofnanda félagsins og meintra ávirðinga í hans garð. Þess verði gætt að rannsókn og úrvinnslan verði hlutlæg og grundvallarreglna réttaríkisins við mat á gögnum úrvinnslu málsins og niðurstöðum verði gætt auk þess sem séra Friðrik verði skipaður sérstakur talsmaður. Félagið Æruvernd fer fram á að máli verði unnið í samvinnu við Æruvernd og aðra þá sem stjórn KFUM og K óskar eftir að komi að málinu, ekki síst stjórn knattspyrnufélagsins Vals sem ásamt KFUM og K gripu til aðgerða án þess að fullnægjandi málefnaleg og hlutlæg rannsókn og ályktunin lægi fyrir. Þetta ályktunartillagan og ég leyfi mér, ef að enginn gerir frekari athugasemd. Það bara ein formleg fyrirspurn KFUM og K. Er það ekki KFUM og K í Reykjavík? Hvað segir sá sem samdi tillöguna? KFUM og K á Íslandi. Eða á Íslandi, það taka það fram. Að það sé þá ásamt, já, þá sem aðalstjórn KFUM og K, er það, eða viljið þið segja aðalstjórn KFUM og K í Reykjavík eða á Íslandi? Hvernig er breytingatillagan? Á Íslandi, þetta er að vera. Sem heitir það aðalstjórn? Eigum við ekki bara að segja að félagstjórninni sem tekur hérna við og er reyndar tekin við, að setja þetta inn þannig að það sé rétt. Það sé það, Jón, þú heyrir það? Já, gott. Þá leyfi ég mér að vera ekki fleiri, Ólafur Egilsson. Ég velti fyrir mér eins og stjórn KFUM hefur tekið á þessu máli hingað til með algjörlega ófullnægjandi hætti og á vissan hátt sök á því hvaða stefnu máli tók. Hvort það beinlínis að ganga út á því sem öruggur að stjórn KFUM verði við þessari beiðni og þess vegna hvort það ekki þarf í tillögunni að bæta við hvernig er að bregðast við ef að stjórnin hafnar því og þá til dæmis að í slíku tilfelli að þá gangist félagið okkar hér fyrir því sem að þetta er ætlast til. Ég skil, en er ekki hægt að hugsa sér það? Má ég biðja það að stjórnin fái það viðfangsefni. Þetta er það fyrsta sem við biðjum í þessari ályktun. Sko, ég held að það er ekki ágætt tillaga, Ólafur, að það bara stjórnin, hún reyna á þetta er sanngjörn tillaga. Ef stjórn KFUM verður ekki við því, að þá verður bara stjórnin að grípa til sinna aðgerða eða kalla til fundar sem að fjalla það og þá tekur auðvitað málið aðra stefnu. Ég held að enginn hér inni geti gert sig grein fyrir því hvernig viðbrögðin verða hjá stjórn KFUM og ég held að við getum ekki ætlast til þess. Þeir hafa til dæmis, fyrir sem nefni, það nú út fyrir mitt verksvið og segja frá því að það var samþykkt á aðalfundi Vals að beiðni það að fá að sjá gögnin sem lágu til grundvallar og það var ekki orðið við því á aðalfundi sem sagt á síðastliðnu ári. Þannig að ég er ekkert alveg 100% viss það að stjórn KFUM verði við þessari beiðni, en að baki þessari beiðni er þessi fundur og stjórnin sem tekur við hefur umboð fundarins til þess að halda áfram og ef það verður nýjar ákvarðanir teknar, þá væntanlega verður boðaður einhver fundur álíka þessum. Við erum bara að láta á þetta reyna. Geta menn fallist á þetta? Þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði. Má við sjá hverjir greiða tillögunni atkvæði? Er einhver á móti? Enginn á móti, samþykkt samhljóð á þessum fjölmennafundi. Þá er komið að því að 3 valinkunnir menn, og þegar ég segi menn þá er við menn og kallmenn og konur sko. En eins og ágæti stjórnmálafólki segja alltaf
konur og karlar, til þess að vera alveg öruggur á þessu. Og það er fyrstan til að telja, séra Hjálmar Jónsson. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn, þetta er góður dagur, þetta er stór dagur og ljúft að taka þátt í honum. Ég vonaði heyrið í mér þarna líka aftast. Það var reyndar einu sinni ráðherra, það var ekki Friðrik sem sagði þetta, ég vonaði heyrið í mér og þá kallaði einn aftast, jú ég heyri og ég vona ég geti skiptið einhvern sem heyrir ekki. En ég misti röddina fyrir nokkrum árum eins og ég kannski heyrið, get ekki tónað. Áður en það var þá kom einu minn í messu sem oftar í dómkirkjuna og hann laumaði að mér vísu í lokin. Sál mín gleðst ef sæki ég messu og sest á harða kirkjubekki. Mér verður ekki mynd af þessu meðan Hjálmar tónar ekki. En góðir vinir, ég er auðvitað uppaf í sáaldri séra Friðrik. En mjög oft á myndum, kvikmyndum, ljósmyndum og ég las bækurnar Sölvi. Ég kynntist honum gegnum annað fólk og gegnum það sem hann lét eftir sig og hann er í mínum huga mjög lifandi og er það ennþá og verður það áfram. Þess vegna er þessi dagur góður. Ég skil tilfinningar ykkar svo vel sem að kynntust honum, þið sem áttuð hann að og lituð upp til hans og hann var ykkar leiðtogi, ungs fólks að leggja af stað í lífinu. Og alla mína pressævi þá fékk ég með börnum að syngja sálmana og söngvana. Oft voru þetta baráttu söngvar, stríð og bara mikill hamagangur fyrir ungt fólk, unga menn. Eitt, við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber. Gakk öruggur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesú í verki með þér. Eitt er svona og við sjáum alveg hversu hreinlyndur maðurinn var og það sést í öllum hans verkum og framgöngu allri. Ég er uppalinn við það að fyrstu 10 árin á næsta bæ, 500 metrum frá okkar heimili í Biskupstungunum, bjó einsetumaður, blindur og við pössuðum hann, við fórum til hans, færðum honum eitt og annað, sóttum hann var hjá okkur jól og svoleiðis. Hann satt með okkur systkinin, hann þreifaði á andlitin á okkur, hann áttaði sjá því hvernig við værum í laginu, hann blessaði okkur, hann söng fyrir okkur sálmana og oftast söng hann á Syng þínum drottni Guðs safnaðar hjörð. Ég hef oft borið þessa tvo menn saman. Og þessi maður bara með sínum blessunum, hann gaf manni mikið. Svo þess að ég skil pínulítið ykkur sem að voruð í grennd við séra Friðrik. En það eru 65 ár síðan svo til nákvæmlega. Það var 18. mars 1961 að Sigurbjörn Einarsson flutti minningarorð séra Friðrik í dómkirkjunni. Mig langar að grípa örlítið niður í það. Ég skal ekki vera langorður með þetta. En hann segir hér, þegar rakin verður saga þjóðarvorar á þessari öld, það er að segja á síðustu öld, verður kirkjusagan ekki mikil að vöxtum hlutfallslega, samanborið við það sem áður var stundum. Það var svo margt til tíðinda í málum landsins mikið og minnistætt, en snauð var hún ekki, andlega, íslenska kirkjan á 20. öld.
Það var lífsveigur enn í öldnum meiði sá andi sem hér skilinn við duft sitt, ærinn til vitnis það. Hér hvers konar mannjöfnuður fjarri oss öllum, en ef öldin á að eignast aðra sem verðskuldi sambærilegar þakkir og ekki niður rökstuddar lotningu, þá vel og Guði sé lof því fremur. Eitt víst, kirkjan átti á efans öld örugglega einn sem enginn leyfði sér að efast Þar var eitthvað satt og heilt og trútt og óvéfengjanlegt, persónuleg gagntaka, brotalaus í grunn niður, virkileg snerting við hið eilífa, sannur þegnskapur við konung krossins. Hann vegur þungt, séra Friðrik, hann einn á móti öllu hinu sem kann að vera léttvægt og smátt. Á móti smæð vor allra hinna. Svo mikið þáði hann af drottni vor allra, slíkt veitti hann af nægtum drottins. Vér gjörum enga dýrlingun í vorri kirkju, en eigi mun samtíð séra Friðriks deila það, að hann hafi verið jafnoki þeirra sem helgir voru kallaðir. Og í huga kristinnar alþýðu mun hann taka sæti með Guðmundi góða og Þorláki og meistara Jóni og Hallgrími. Og það skulu menn vita þegar líða tekur frá og menn fara að skoða persónuna í skuggsjá verka hennar og áhrifa, að maðurinn sjálfur var nákunnugum sannarlegt ævintýri og aldrei fremur en undir lokin, guðdómlegt ævintýri. Vér geymum það margir sem dásamlega reynslu að hafa verið við dánarbeð dýrlegs manns og fá að sjá hinn heilaga ljóma af ásjónu hans. Nú ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri, en þeir sem kynntust honum vissu að það var helgur maður sem hafði háð vissulega baráttu ætíð en hafði sigur. Eins og ég sagði, ég skil tilfinningar þeirra sem kveinka sér undan því að illa hann talað og fjallað. Það auðvitað ekki gott. Í sæluboðunum segir, sælir eru friðflytjendur því þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið því að laun yðar eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan ykkur. Góðir vinir, ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri en óska okkur öllum til hamingju með daginn. Já, við þökkum séra Hjálmari og þá tekur til máls Helgi Ás Grétarsson. Heyrðu þetta ekki allir? Kæru gestir og stofnfélagar að Æruvend. Ég þakka fyrir þann heiður í dag að fá að halda hér stutta tölu. Ég hef verið í pólitík í nokkur ár og sumir hafa sagt við mig, Helgi, ert þú lögfræðingur og algjörlega húmorslaus? Ég hef hugsað það þegar meðan ég var að hlusta á tölur hér í dag, að sennilega fundurinn hér í dag síðasti landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem ég sæki. En kæru gestir, séra Friðrik Friðriksson, hann fæddist árið 1868 og dó árið 1961. Minning séra Friðriks skipa mikilvægan sess í hugum margra vegna þess mannræktar og félagsmálastarf sem hann stofnaði til.
Tilfinningatengsl mín við séra Friðrik og arfleifð hans hafa ávallt verið takmörkuð, enda er ég uppalinn Framari og þegar ég var alinn upp í Fram þá áttum við alltaf að líta Valsara tortrygnum augum. Einnig vegna annars en krakki í skák og fótbolta þá fór ég aldrei í sumarbúðir á vegum KFUM, svo sem eins og í Vatnaskó, eins og margir vina minna. Þannig að tengsl mín við sögu Friðriks er takmörkuð. Staðan er hins vegar sú að ég stend fyrir ákveðin málefni sem lögfræðingur og ég stend fyrir ákveðin málefni í stjórnmálum. Og mér fannst það mjög furðulegt haustið 2023 að múgæsingur gripi samfélagið og á grundvelli takmarkaðra sönnunargagna og sönnunarfærslu væri hægt að draga víðtækar ályktanir hegðun séra Friðriks sem á að hafa átt sér stað fyrir 70-80 árum. Satt best að segja fannst mér öll málsmeðferðin til skammar. Ekkert sem að síðar hefur komið fram hefur breytt þessu mati mínu. Við skulum horfa á nokkur atriði. Ásakanir á hendur séra Friðriki voru nafnlausar. Enginn sem að ber hann brigður hafa komið fram undir nafni. Margt í orðræðinni voru viðmið sem að eru mælistika í dag en ekki eins og þær voru á þeim tíma sem að atvik áttu sér stað, sem að sjálfsögðu fráleitt. Dæmi það að sjálfsögðu, ég hef rætt við til dæmis sagnfræðing það efni að fyrir margt löngu var bara algengt til dæmis að karlmenn kysstust á almannafæri og svo framvegis, það var venja við að heilsast. En óháð því, þá verður aðferðafræðin í svona málum að vera hafin yfir vafa, sem hún er ekki. Svo varð ég líka að segja að KFUM og KFUK fékk til starfa fólk sem að mínu mati kann ekki að stunda sakamálarannsóknir til þess að skoða málið. Þegar lögreglan í Bretlandi var uppvís að lélegum vinnubrögðum í tengslum við mál sem að varðaði meðal annars Edward Heath fyrrverandi forsætisráðherra. Það voru fengin dómar með mikla reynslu og hann þurfti að rannsaka málið í 3 ár til þess að komast nákvæmlega að hvað var að. Og þetta var allt saman ásakanir byggðar á lygi og vinnubrögð lögreglunnar voru gagnrýnd sem var samt rannsókn sem stóður yfir 2 ár. Hér voru vinnubrögðin þau að fólk sem að kann ekki til, það kemst að niðurstöðu eftir fáeina vikur á grundvelli sönnunargagna sem aðrir með ekki sjá. Einnig er það ágallið að það var engin málsvari fyrir hönd séra Friðriks sem gat komið að gagnsjónarmiðum á meðan málið var til rannsóknar hjá þessum rannsakonum KFUM og K, en niðurstaða þeirra var sú að í einhverjum tilfellum er sér líklegt að séra Friðrik hafi farið yfir siðferðismörk í samskiptum og áreitt drengi kynferðislega. Sem borgarstjórnmálamaður, sem stjórnmálamaður í borgarstjórn, fannst mér sérkennilegt að borgarstjórn og borgarráð og borgaryfirvöld ákvöddu samhljóða pólitískt að fjarlægja styttu sem var reist og fjármögnuð með samskotum almennings á sínum tíma og hafði staðið á góðum stað í miðborg Reykjavíkur síðan árið 1955. Með þessu er að sjálfsögðu verið að taka afstöðu til álitaefnanna sem hér ræðir og láta múgæsing stýra för en ekki að halda sig við grundvallar atriði, grundvallar hugsjónir sem að stjórnmálamenn ættu að hafa og sérstaklega þeir eins og ég sem að aðhyllast borgaralega stjórnmálastefnu. Kæru gestir, það er mín skoðun að samfélag okkar hérna á Íslandi eins og víða á Vesturlöndum hefur tekið breytingum. Samþykkt hefur verið að hleypa dómstóli götunnar að þjóðfélagsumræðinni og í samstarfi ýmissa valdamikilla aðila, meðal annars sérhagsmunaafla, fjölmiðla og jafnvel atvinnulífs,
hefur tíðkast að slaufa einstaklingum sem geta ekki varið sig með sanngjörnum og eðlulegum hætti. Mín aðkoma að máli séra Friðriks er að áður en ég fór að hefja afskipti af stjórnmálum, þá hafði ég skrifað margar greinar árið 2021 þegar útilokunar og slaufunar fóru stóð sem hæst og vildi bara koma því á framfæri að reglan sanngjarna málsmeðferð og hún væri grundvallarregla í siðuðu samfélagi og með því væri engin afstaða tekin til einstaks máls, sekt eða sýknu. Aðferðin eins og í máli séra Friðriks er ótæk í siðuðu samfélagi. Það sá kjarni sem að ég vil leggja hér fram sem lögfræðingur og með því ég ekki að taka neina afstöðu nákvæmlega til réttmæti ásakana, heldur eingöngu að þessi nálgun og þessi niðurstaða óverjandi. Ég vil bara segja það líka að því ég tel að vindar í okkar samfélag hafi breyst í þessum efni, minni þolinmæði fyrir svona vinnubrögðum og ég sagði líka þá á sínum tíma, þeir sem eru núna ofsækjendur í svona fári, þeir munu síðar verða líklega ofsóttir. Þess vegna finnst mér þetta mikið fagnaðarefni, þessi fundur í dag og hvað hann vel sóttur og ég óska forsvarsmönnum félagsins velfarnaðar í störfum sínum og til lengri tíma litið þá mikilvægt baráttumál að ræða sem ég mun alltaf standa vörð hvort sem að það mér til trafala eður ei. Sanngjörn málsmeðferð í réttaríki grundvallaratriði sem ég mun aldrei hvika frá. Ég tek undir þakkir til Helga Áss Bjarnasonar. Ég má nú til með að skjóta því inn í það. Þegar ég var í pólitík, eins og sumir að segja hérna, þá held ég að það sé eina heimilið. Það var heimilið hans og faðir hans sem hringdi í mig og sagði, ertu ekki tilbúin til þess að koma hér í kosningabaráttunni heim og ræða við fjölskylduna? Ég gerði það, fór hérna við Breiðholt þar sem þið bjugguð á þeim tíma, pabbi hennar og mamma og þið systkini. Niðurstaðan svo eins og ég heyri nú í dag að hluta til að ein stelpa eða stelpan, hún fór í Vinstri græna og strákurinn stakk af úr íhjaldinu. Það ekki alltaf sem að verður óskunni, en ég minni nú bara á biblíuna og söguna þar týnda soninn, hann fór að koma. Og þá tekur til máls næst, við hafið hann séra Aldís Hauksdóttir. Þarf ég að halda á þessu, eða heyrið í mér? Fundarstjóri og kæru félagar, ég óska ykkur til hamingju með þennan velsótta fund. Helgi búinn að stela svolítið af því sem ég ætlaði að segja og ég ætla ekki að fara að endurtaka það. En ég verð að segja ykkur að þegar ég sé Helga, þá sé ég alltaf lítinn pjakk. Af því að ég var skólahjúkrunarfræðingurinn hans í mörg ár. Og mér þykir nú bara að hafa rast úr stráknum, sérstaklega því hann kominn í Miðflokkinn. En það sem ég langaði að segja, að ég þekkti ekki séra Friðrik. Hitti hann aldrei en ég hef vissulega kynnt mér það sem hefur frá hann komið, bæði sem prestur og sem kristin manneskja. Og ég hef alltaf haft aðdáun á þessu manni. En pabbi minn, sem alinn var upp í Skálholti, hitt hann í einrúmi og hann blessaði hann og ræddi við hann. Og pabbi minntist alltaf þessara stundar sem góðrar stundar og fór glaður frá honum og virti séra Friðrik mikils. Ég hef horft á þessa aðför að þessu manni í síðastliðin ár með mikilli undrun. Hvað verið að gera hérna? Og einn ónafngreindur maður, ég hef ekki heyrt fleiri, sem að hljómar mjög undarlega, því ég veit bara ef ég hefði verið í hans stöðu hefði ég verið fljót að koma fram og standa við það undir nafni. Það sem að kannski
vegur þungt hjá mér að ég hef í áratugi sinnt stúlkum, það hafa eingöngu verið stúlkur, sem voru áreittar sannarlega, kynferðislega og misnotaðar sem börn. Bæði hér í landi og í Noregi. Aldrei nokkuð tíman hef ég upplifað að eitthvað af þessum stúlkum hefur komið stolt og glöð frá fundi misindismannanna. En það virðist vera að þessi ónafngreindi maður hafi komið stoltur af hans fundi. Þetta er algjört paradox. Svona upplifa börn ekki svona áreiti. Þetta sannfærði mig endanlega. Að ég sem er alin upp með blindri systir þekki mjög vel að fá að strjúka andlit þeirra sem þú ert að tala við. Það er sjónin hjá þeim sem eru búin að missa sjónina. Og ég tek svo innilega undir að þetta er komið nóg, það þarf að gera eitthvað í þessu og endurreisa æru þessa fallna höfðingja. Ég get ekki að gert að ég hugsa er þetta hluti af þessum árásum sem hafa verið í gangi undanfarin ár, jafnvel áratugi, gegn kristni? Er þetta hluti af því? Það er svo undarlegt að þetta fólk sem að vill ganga fram með þessum hætti gegn séra Friðrik er það fólk sem talar mest mannréttindi. Ég hef alltaf átt erfitt með að skilja þetta paradox, sko. Þetta passar ekki. Og árásir á kristni koma víða frá og líka innan frá. Mér var freklega misboðið á okkar mesta hátíðarkvöldi, okkar kristinna manna, aðfangadagskvöld, þar sem prestur í kirkju hér á Íslandi tekur inn mann frá allt annarri trú og hugmyndafræði og lætur hann hrópa á alla. Að mínu mati er sú kirkja afhelguð. Það er ekkert flóknara það. Ég vona að þetta félag muni starfa af krafti og þetta er vissulega enn í gangi. Að taka æruna af mönnum fyrir enga sakir. Ég ætla að nota tækifæri sem ég hef hérna að minna á mann, góðan vin minn, Karl Snæbjörnsson lækni, sem sætir þvílíkum ofsóknum fyrir enga sakir. Það er búið að hirða á honum læknaleyfið. Þess vegna hefur hann slasað eða meitt eða sært eða deytt sjúkling. Nei. Hefur hann á einhvern hátt misnotað sína menntun læknisþjónustu? Nei. Það var fundið til hitt og þetta til að styðja þessa sviptingu sem er atlaga hans lífibrauði, hans atvinnu og menntun og allt þetta og æru hans. Og það eina sem stóð eftir, vitið þið hvað það var? Hann hafði tíma verið með símaþjónustu við sjúklinga. Svaraði í síma. Ég var nú að tala við heimilislækni minn í síma í gær. Ég verð ekki að svipta hann. Þetta er alveg með ólíkindum og ég fylgist mjög með því að hvernig verður farið með hann. Það sem eins og Helgi nefndi hérna, þú stalst frá mér, drengur, að framtíðin í þessum málum. Þetta er að verða verra og verra. Það er ráðist á tjáningafrelsið. Það er ráðist á það sem skoðanir manna. Ég fékk að gjöf daginn derhúfu þar sem stendur á hugsanakrimmi. Þetta er kannski það sem hann fer að vera að setja á hausinn á sér á næstunni. Og það er alveg klárt. Ef við skoðum söguna, að þá er það sem ef við hundsum svona hluti, ef við erum bara hljóð og látum þetta ganga yfir okkur, þá fyrr eða síðar, þá kemur það eftir öllum. Og líka þeim sem standa fyrir svona ofsóknum. Því ég kalla þetta ofsóknir.
Ég vona innilega að hinnir, hvað á maður að segja, mótaðilar komi til viðtals og þetta verði gert upp á eins heiðarlegan hátt eins og hægt að þau verði til í það. Þetta getur ekki gengið. Ég vil fá styttuna hans Friðriks aftur á torgið. Vitur maður sagði einu sinni, efinn leiðin til sannleikans. Þess vegna verður hann alltaf ekki síst í vísindum. Ef við bara neglum okkur fast niður, ræðum ekki saman og reynum að komast á almennilegri niðurstöðu, þá ekki víst að við finnum sannleikann. Ég þakka ykkur fyrir. Já, ég tek undir þakkir til Arndísar, sér Arndísar. Þá fyrir nú að líða að lokum þessa fundar, en ef einhver biður um orðið, þá gjörðu svo vel. Guðfinnur. Já, ef þú treystið til þess. Ég þakka þér fyrir gamli skápafrúðu. Það var svo ekki svo líður upp á heiði. Ég heiti Guðfinnur. Ég einn af drengjum séra Friðriks. Ég hitt hann tvisvar. Tvisvar hitti ég hann niður á Amtmannsstíg og einu sinni upp í Vatnaskógi. Ég get ekki lýst öðru en því að reyna sem ég hafði kannski yfir Friðrik að kvarta. Mér fannst hann púa alveg svakalega vindur. Við fórum tveir að hitta hann og yfirleitt við bara eiginlega sáum hann ekki. En hann talaði vel til okkar og eins og kannski má segja okkur leið vel þegar við fórum frá honum. Ég hitt hann upp í Vatnaskógi og við vissum alltaf hvar hann var staddur. Það var alltaf reykur upp úr skóginn. Mér finnst það ótrúlegt að KFUM og KFUK skuli hafa komið svona fram við hann. Í fyrra borgaði ég fyrir 2 börn, dvöl í Vatnaskógi og í Kaldársseli. Þeir sögðu ekki einu sinni skammast í Guðfinnur fyrir þetta, að því ég bætti við gjöfina til minningar séra Friðrik. Ég fór núna með kross á leiði hans og það var fallegur rauður kross sem lýsti yfir jólin. Nú valsarar og við fórum og þrifum leiði hans, sérstaklega fyrir 17. júní, svo að pakkið gæti séð hvað leiði var fallegt þegar það fór labbað upp að styttu Jóns Sigurðssonar hver það var þarna sem þau voru að heiðra. Takk fyrir mig. Þakka fyrir þetta. Þá tekur til máls Valgerður Snæland. Komið þið sæl. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir. Ég mikið fagna í hvað við erum margir í dag og mikið ofboðslega þetta fallegt nafn á þessu félagi. Hvers vegna stíg ég hér í pontu vegna þess að mér finnst ég hafa verið í hlutverki Friðriks. Ég sem sagt var í sóknarnefnd í Digraneskirkju í 30 ár. Á sama tíma og séra Gunnar Sigurjónsson var sóknarprestur þar. Helgi Ás, þið takið allt sem að hann sagði með ykkur inn í mína tölu. Allt sem að þú sagðir, Helgi, á gjörsamlega við það sem að ég hefði viljað hafa í kringum mig þegar við stóðum í þessu máli þannig í Digraneskirkju hér forðum. Ég sem sagt var í sóknarnefnd í 30 ár, aldrei í neinu sérstöku hlutverki, var meðstjórnandi, var alltaf til í að sópa og skúra og þvo upp og bara vera með í öllu sem þurfti að gera. Ég sóttist aldrei eftir, enda á þessum tíma þá var ég skólastjóri í Smáraskóla í Kópavogi. Ég stofnaði Smáraskóla í Kópavogi 1994 og stuttu seinna þá verður séra Gunnar Sigurjónsson prestur í Digraneskirkju og ég segi í dag, ég hefði ekki getað hugsað mér að vera skólastjóri án þess að hafa hann séra Gunnar þarna í Digraneskirkju hinum megin bæjarlækinn.
þegar fyrsta barnið dó í Smáraskóla, 8 ára drengur sem varð undir bíl. Skólinn hrundi. Séra Gunnar fór inn í allar skólastofur. Hann sat með okkur á starfsmannafundum og svo framvegis. Ég get ekki talið upp allt sem hann séra Gunnar gerði fyrir okkur í Smáraskóla í þessi ár sem ég var skólastjóri þarna. Þannig að ég kynnist honum bæði í sóknarnefndinni og í skólastarfinu þarna. Síðan gerist þessi ósköp og málið er það að þetta er hluti af sögunni. Þetta er ekki bara Friðrik sem er að lenda í þessu núna. Þetta er hluti af sögunni. Við vitum vel. Þetta með styttuna, hún var tekin. Þetta er hluti af alheims stefnu það verið á sama tíma að taka niður styttur út allan heim. Það er að segja vestræna heim. Þetta er hluti af ákveðinni pólitík. Það að ég heyrði sem sagt þegar verið var að reyna að taka séra Gunnar niður, þá heyrði ég að já, það er búið að taka 12 kalla niður í kirkjunni. Ég veit ekki alveg hvort það er satt, ég er ekki alveg búin að fá það staðfest. En mér fannst líka rosalega sérstakt að það voru 6 konur sem tóku á þessu máli með Gunnar. Þannig að það er eitthvað voðalega dularfullt í þessu öllu saman sem við erum að upplifa. Nema hvað að ég sem sagt sá strax í gegnum það sem var að gera. Ég er búin að vera skólastjóri í 15 ár. Ég er búin að vera skóla sérkennslu fulltrúa fræðsluskrifstofu sinna 30 skólum í 15 ár. Ég veit allt um einelti. Ég veit allt um ég sé þetta langa leiðir það sem er í gangi þegar svona misfarnaður í samskiptum verður. Þannig að ég sé alveg hvað er að gerast og ég tek strax afstöðu með séra Gunnari. Að ég vissi vel að þetta var ekki neitt til í þessu. Á endanum er það líka þannig að hann kemur saklaus út, nema hvað gerðist. Á ákveðnum tímamóti þá vissum við máttum ekki vita hverjir voru að ásaka séra Gunnar. Hann mátti ekki hafa samband við okkur í kirkjunni, þannig að við vissum ekki, það var bara ég hringdi í séra Gunnar, þetta gerðist 28. desember að hann var, fékk leyfisbréf, það er að segja fríbréf með FedEx heim og hann væri bara gefið leyfi og sem sagt svo eftir áramót þá bara er séra Gunnar ekki í kirkjunni, þannig að við vitum ekkert hvað er að ske. Hann mátti ekki koma í kirkjuna. Það voru fyrirmælin, hann mátti ekki fara inn á skrifstofuna sína, hann mátti ekki ná í dótishillita, en þetta er hluti af svona ferli sem fer í gang. Nema hvað að þarna er náttúrulega MeToo-hreyfingin alveg á fullu. Það er endalaust verið að taka niður flottu íþróttastrákana okkur og svo framvegis. Og ég lít bara á það að þegar það var búið að taka niður 12 presta í kirkjunni, að þá hafi einn sem var dáinn verið eftir. Þá var búið að taka þessa lifandi fyrir. Þannig að ég tengi þetta allt saman svona þessari miklu sögu umhverfinu sem við búum í. Nema hvað að það gerist að það er ekki allir ánægðir með það að Valgerður skuli standa með séra Gunnari. Ég vildi ekki draga fram sögu, ég var beðin að koma með sögu Gunnar. En ég sagði nei, ég tek ekki þátt í þessu. Og þá verða sumir svolítið reiðir. Og það endar á því, veit ég hvort ég muni eftir því, síðasta tölublað Fréttablaðsins. Ég held að Fréttablaðið hafi fallið á því að ljúga mig. Síðasta tölublað Fréttablaðsins var hálf forsíðan á Fréttablaðinu var verið að segja frá því að þáverandi, að ég tók að mér að verða sóknarnefndarformaður í 7 mánuði, þannig í lokin, að ég hafði beitt fyrirverandi kirkjuvörð kynferðislegu ofbeldi. Og samkvæmt ECHO-reglugerð, sem ég hafði aldrei heyrt áður en nú er ég orðinn alveg sérfræðingur í ECHO-reglugerðinni, en þetta gekk allt út á það. En sem sagt svo eins og með okkur þarna, það var sem sagt matráður með í þessu máli hjá mér líka, en ég bara bannaði þeim að blanda henni í máli vegna þess að hún átti mjög fatlaðan son sem dó í þessu ferli öllu miðju. Ég bara bannaði þeim að koma nálægt henni Guðbjörgu minni. Þannig ég tók þetta bara mig og ég náttúrulega er bara búin að vera skólastjóri svo lengi, það er enginn sem að kýli mig niður, Nema hvað, að þá er sem sagt allt í einu fæ ég bara ásökunum þetta að ég sem sagt hafi brotið á mér gagnvart þessum fyrrverandi kirkjuverði sem að ég bara talaði eiginlega bara aldrei neitt við. Nema hvað, en svo sem sagt tekur teimi kirkjunar þetta fyrir og ég sem sagt svara fyrir þetta allt saman og þá
En í lokin þá ég sem sagt eftir 15 mánuði, það tók 15 mánuði að fá að vita hvort að ég væri sek eða saklaus. Eftir 15 mánuði þá fer ég bréf, já, rosalega flott bréf frá teiminu það að ég sé saklaus. Ég hef ekki brotið af mér, en í bréfinu kemur fram að ég vinsamlegast beðin að segja ekki frá þessu. Og það það sem, svona þetta alveg eins og með, ég veit með séra Gunnar, hann ekki að tala mikið um þetta. Hann fór bara á sjóinn, alveg eins og Jesú Kristur gerði, sagði ég. Og hann komið með hérna sem sagt stýrimannapróf á 45 metra skip. En sko, þetta sem að gerast með Friðrik, það verður bara að halda því áfram, það verður að koma styttunni á sinn stað eins og Árný segir, það verður bara að hreinsa þetta, en þetta hluti af þessari vitleysu, þessari MeToo í rauninni vitleysu sem fyrrverandi biskup kynni til sögunar í kirkjunni 2018 í áramóta ávarpi. Hún hvetur hérna konurnar í kirkjunni í áramóta ávarpi 2018 að safna sögum karlana og það hafist handa og eftir örstutta stund eru komnar 63 hérna sögur á netið karlana í kirkjunni. Við verðum að skoða þetta allt saman í þessu samhengi. Við getum rétt betur úr okkur ef við sjáum þetta í þessu stóra samhengi. Þetta sagnfræði sem við erum að takast á við hérna. Það sagnfræðingur sem alveg búinn að rústa ærunni sinni finnst mér með þessari sögu hérna, ég ekki bara enga virðingu fyrir þessum sagnfræðingi eftir að hann skrifaði þetta í þessa bók. Hann alveg búinn að rústa sínum sagnfræðiferli. En ég er búinn að sitja hérna svona, alveg bara ég verða að fá að tjá mig. Fréttablaðið sem sagt fjall á því að ljúga mig þarna, ég hefði beitt fyrirverandi kirkjuvörð konu í Digranesikirkju kynferðislegu ofbeldi samkvæmt ECHO-reglugerð. En sem sagt, við erum öll sýkn, við erum með það skriflagt. Helgi Ás, allt sem þú sagðir, það fór svo rosalega djúpt inn í hjarta mitt. Svo þakklátt fyrir það sem ég vildi óska þess að áttu þetta skrifað. Vildi óska þess að ég bara ætti það sem að þú sagðir. Já, þú tókst þetta upp. Þannig að þetta passar rosalega vel við. En í Guðanna bænum, skoðum þetta í þessu stærra samhengi. Þetta það sem þetta MeToo-hreyfingin. Þegar verið var að taka við kallan í kirkjunni, þá var Johnny Depp að takast á við hana Heather. Það hjálpaði mér algjörlega því það efni kom algjörlega inn í þessa baráttu. Ég ætla að segja ykkur líka eitt. Yndisleg sóknarnefnd sem ég starfaði með. Karlar og konur. Karlar, þau voru öll sammála mér í því sem ég var að gera. Ég var svo eina sem að stóð upp. Karlarnir bara sagði fyrirgefðu, við getum ekki talað þetta með þér. Og þá fattaði ég, fyrst var ég svolítið reið, en svo fattaði ég, já, það ekki möguleiki fyrir kalla að taka þátt í þessu því þeir hefðu verið teknir niður einn af öðrum. Það bara málið, þeir hefðu verið teknir niður. Konurnar komu til mín þessar elskur, yndislega konur og þær sagði við með Valgerði, við erum alveg sammálið þér, en við bara erum ekki eins hugrakkar og þú. Þær voru ekki búin að vera skólastjórar í 15 ár. En sem sagt til hamingju með þetta félag og málið það eina spurningi sem kom hérna hjá mér, á þessum tíma ef þetta félag hefði verið til, hefði ég getað leitað til félagsins. Það það sem að mig langar til að vita næst. Getur fólk sem að lendir svona algjörlega saklaust og bara bláeygt í þessu, verði möguleiki að leita til þessa frábæra félags. Tala bara við stjórnarmennina. Já, þetta alltaf frækar en þið getið. En ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta bara upplífgandu og þvílíkt dásamt að þetta félag skuli verða til. Þakka ykkur sem standa fyrir þessu öllu saman og þakka ykkur fyrir samveruna. Jæja, þetta nú að halla á þennan fund, en Ólafur Magnússon sem við bauðum orðið, við mennum aðeins að huga því að við ætlum að hafa þennan fund svona 1,5 tíma. Ég ekki, Ólafur, ég skammaður, það aðeins fyrir einhver. Ég hleyta við Hanna þegar gammal lemandi með nú gaggó. Ég nú snappar en þú í boltanum. Já, óbyggilega. Þetta talsað þingri. Kæru bræður, samherjar, systur, séra Friðriks menn. Ég svo hrærður og þakkláttur fyrir þennan fund. Ég held að hans sé ígildin í stjórnmálafs, það sem gild kraftur hér einlægni, heiðarleiki, vinátta og tryggð. Þetta gefur mér svo mikið að því ég þekki það sjálfur
Eins og sumika vita varð ég borgarstjóri 24. janúar 2008. Það var í gær sem ég átti 18 ára afmæli á þeim vettvangi. En heyrist ekki í mér. Ég verð bara að byrja aftur. Þetta ótækt. Ég svo þakklátur og hrærður fyrir stofnun þessara samtaka og nú fáum við öll rödd með bakland. Getum varið sér að Friðrik og varið hvort annað fyrir því harðsvíraða einelti og slaufun sem borgaralegt fólk verður á Íslandi í dag í gegnum alla fjölmiðla nema Morgunblaðið og Sögu, það þekki ég. Ég hef verið virkur í umræðu og semja lög og gefa út en ég er allstaðar slaufað nema í Mokkanum og Útvarpi Sögu og það gildir eftir fleiri ykkar. Það er þessi endurritun sögunar sem í gangi og hún svo óskaplega ljót og hættuleg eins og við sjáum í máli séra Friðriks búa til sögun eftir á þegar við erum dáin. Ég þekki þetta grimmilega einelti vinstrimanna á eigin skinni. Ég sagði ykkur áðan, ég var kjörinn borgarstjóri 24. janúar 2008 fyrir 18 árum. Árið áður ég kom úr veikindaleyfi og í 5 ára eftir gegn lögsóknir og óskaplega niðurlægingu persónulega, ærumeðingar og afskræmingu og útliti mín á persónu, þá reis ég aftur upp. En margir halda ég sé dáin af því ég sést ekki eins mikið áður, en svo er ekki. Ég er að gera aðra hluti, skrifa pólitískar greinar, semja lög og ljóð. En það sem okkur öllum ætti að þykja svo vænt er að það sem við erum að gera hér í dag er vörn fyrir okkur öll. Þeim sem við illa við okkur get ekki haldið áfram að hamast á okkur þegar við erum dáin og erum ekki til ansvara. Ég veit að þetta myndi gerast við mig og mörg hér inni. Verða þessana samtaka, nýtum þessi netfeng sem við ætlum að rita hér og verum í þéttu sambandi og vinnum á vinstri rétttrúnaðinum og grimmdinni sem ríkir í garð kristins samfélags á Íslandi. Stöndum saman, stöndum þétt saman með hver öðrum. Þakka ykkur innilega fyrir. Jæja, þökkum Ólafi fyrir hans ræðu. Já, það er síðasti maður sem biður orðið hérna. Já, ég veit, ég man eftir þér. Fyrir ekki að... Og ekki eftir að greiða atkvæði félagsins, áður en hluti líka. Þingmaður hefur ekki komið fram með það legið fyrir, þannig að við getum nú varla að fara að greiða atkvæði félagsins á þessum fundi. Skjöldin? Já. Já, það verður sko á aðalfundi sem haldið verður. Já. Og ég er ekki rétt að aðalfundur verður haldið fyrir 1. apríl. Já, það stendur í sko, þetta er stoppfundur, aðalfundur verður fyrir 1. apríl og í... Ekkert apríl, ágúst. Ekkert apríl. Já, ég er alltaf þessum 1. apríl. Ég er svona að heyra þetta minnum við hérna. Ef ég má bara... Hátalari. Mikrofónir. Ólafur tók hann. Já, Ólafur. Gjörfur. Já, ég tek hann. Passaði bara á, komdu hérna, en bara snúrum, stýra virkni. Ég sló allt fyrir að ég þarf ekki að klifra mikið. Nei. Það er mjög ánægilegt að þessi fundur skyldi vera haldinn, en ég kem nú hérna út af því að ég er orðinn aldraður maður og þekkti séra Friðrik vel. Ég var nú fyrir það fyrst alltaf í KFUM á Arnarslínum, var alltaf fundir 1:30 og þá mættu 200-300 strákar alltaf og séra Friðrik var fyrstur til að ávarpa okkur strákana. Hann var svo skemmtilegur alltaf og hlýr. Og ég man sérstaklega eftir einu atviki sem að hann byrjar að tala, strákarnir sátu allir svona í röð og svo kom eitthvað svolítið seint. Og hurðin inn í herbyggi var svolítið stóru maraði í og kom eitthvað allt og seint og þá litu allir við í salnum sko, 300 manns og þetta skapaði svolítið glundur og þá segir séra Friðrik,
strákarnir þurfi nú ekki alveg allir að líta við. Ég læt ykkur vita að það kemur ljón. Síðan var ég í Vatnarskógi í 3 sumur og kynntist honum mæta vel þar. Hann bauð mér allir á herbyggi til sín, sagði mér eitthvað skemmtilegt. Hann var hvað var á skrifborðinu, hann var alltaf svolítið vísindamaður í sig. Hann var alltaf að gera eitthvað tilraunir með stækkunarnir og svona. Og svo hitaði hann sér kaffi sjálfur þarna bara á skrifborðinu. Það var virkilega gaman og auðvitað klappaði mér á öxlina og strauk kollinu og eitthvað svolítið sko. Ég hef aldrei nokkuð tíðan varðið neitt óeðlilegt sko. Seinna meir á ævinni átti ég eftir að kynnast honum betur bæði í veisluhöldum og skírnum og öðru. En yndislegri manni hefur maður bara alltaf hitt um ævinni. Jú, þessi fundur verið til þess að við getum reist upp æru hans. Takk fyrir. Við þökkum Ólafi Sóelga fyrir hans orð og þá mælendaskránni lokað og það einn maður sem hefur beðið orðið hérna, það séra Halldór Gunnarsson. Ég slít svo eftir þau búin að Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Með mikilli gleði stend ég hér, horfi til ykkar sem hafi komið hingað á þennan stofnfund æruverndar. Ég sé fyrir mér að við náum árangri. Að við náum árangri til þess að ná KFM og K til þess að vinna með okkur að því viðfangsefni sem við höfum lagt hér upp með á fundinum. Ég sé fyrir mér svo miklu meira og hvað? Að við endurreisum þann kraft og það sem séra Friðrik gerði. Og hvað var það? Að koma frá Kaupmannahöfn með köllun, með sérstaki köllun til að starfa á Íslandi og boða kristni til unga fólksins og stofna samtök. Það ekki það sem vantar á Íslandi í dag? Að færa kristna trú til æsku landsins. Biblíusögurnar voru teknar úr barnaskólanum. Nýja testamenti sem Gídeonfélagar gáfu, það mátti ekki lengur. Vantar ekki einmitt þetta í íslenskt þjóðfélag að það komi með köllun ungur maður eða ung kona til að berjast fyrir því sem séra Friðrik gerði. Ég sé fyrir mér að kapellan hans Friðriks á Valsheimilinu verði miðstöð fyrir ungt íþróttafólk að byggja sig upp í því starfi og með þeirri gleði sem íþróttir gefa. Ég sé fyrir mér að félagið okkar nái samstarf við Íþróttasamband Íslands að koma að þessu. Ég sé reyndar líka fyrir mér með ofurlítið meiri efa að félagið okkar nái samstarfi við þjóðkirkjuna sem hefur brugðist svo margt að standa ekki vörð það að kristin trú og kristin gildi væri númer 1 í fræðslu til ungra barna. Ég sé fyrir mér þann kraft sem ég tek á móti með þessum fundi og bið Drottinn Guð að bænheyra okkur, að hann vísi okkur veginn og ég fái kraft og við í stjórninni heilags anda til að ná sáttum við þau félög sem brugðust en jafnframt einnig að við komum öðrum til hjálpar
og gætum jafnvel unnið að þessari hugsýn sem ég sé fyrir mér. Til þess að fá þann kraft sem að ég get ekki veitt ykkur með því að syngja eins og einn sálmséra Friðriks. Þá leyfi ég mér að kalla Þórarinn Ólafsson hérna upp og hann leiði söng, kraftmikinn söng séra Friðriks. Sjáið merkið, Kristur kemur, krossins tákni hann ber. Næsta dag við mætum sigri, nálæg hjálpin Hann myndi syngja þetta og þið sem kór taka undir. Þórarinn, má ég biðja þig það? Og áður en við gerum það, áður en við tökum undir, þá ætla ég að biðja ykkur öllum að standa á fætur og ég fái þá blessun frá Guði að geta gefið ykkur blessun og ég segi: Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Og nú lýkur Þórarinn minni ræðu með kraftmiklum söng. Komið sæl blessuð. Í mikrofónin. Já, það gaman að sjá svona marga koma hérna saman. Það sem margir eru komin saman í mínu nafni segir Drottinn þar ég mitt á meðal. Og það svo mikilvægt að við erum kristin þjóð með kross í fána og kristni í 1000 ára. Við stöndum með fyrir kristni. Kristni fá aftur inn í skólana. Og þessi texti sjáðu merkið Kristur kemur. Hann í kapellinu í Valsheiminu, í glerinu. Og næsta dag verður náum sigri, nálæg hjálpin Kristin trú gefur okkur von. Í trúna Jesú Kristi von eilíft líf. Og hérna viðlagið, við ætlum að syngja fyrsta erindi tvisvar og svo viðlagið sem svona: Jesús kallar verjið vígið vaskra drengjasveit, láttu hljóma ljúft á móti, lof og sterk og heit. Verja vígið fyrir mér að verða sannleikan. Jesús Kristur segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og nú syngjum við saman fyrsta erindið og kórinn tvisvar. Sjáið merkið, Kristur kemur, krossins tákn hann ber. Næsta dag vér náum sigri, nálæg hjálpin Jesús kallar verjið vígið, vaskra drengjasveit. Láttu hljóma ljúft á móti, lof og sterkt og heit. Sjáið merkið, Kristur kemur, krossins tákn hann ber. Næsta dag vér náum sigri, nálæg hjálpin Jesús kallar verjið vígið, vaskra drengjasveit. Láttu hljóma ljúft á móti, lof og sterkt og heit. Takk fyrir. Já, þakka ykkur öllum og sérstaklega Þórarni fyrir sönginn. Nú komið að lokum þessa fundar og ég vil taka fram að það stefnt að því að opna Facebook eða Facebook-síðu Æruvend og það gerist auðvitað ekki alveg strax en innan tíðar og það bið bara ykkur að fylgjast með því á þeim stað sem þið þekki. Ég nú svo gamaldags að ég ekki á Facebook, ég veit ekki hvernig það að þessu. En þá komið bara að lokum þessa fundar. Það nú verið stundum talað við að ljúka þessu bara með, það örstutt. Það talað dálítið hérna heyrnarleysi og þess áttar. En ég mani þegar á þingi það held ég að sé nú frægasta setningin úr ræðu þegar að ræðumaður stóð upp og hérna horfði til eins þingmannsins sem hristi höfuðið yfir málflutningnum og þá sagði sá sem stóð í ræðustólnum: Ég heyri að háttvirtur þingmaður hristir á sér höfuðið.
Það var dálítið lúms. En ég þakka öllum hérna fyrir óskauðvitað nýkjörinu stjórn og þeim til hamingju og óska okkur öllum til hamingju auðvitað og segja þessum ágæta hluti slitið. Takk fyrir